Arð- og skattgreiðslur Landsvirkjunar verða svo háar á næstu 10 til 15 árum samkvæmt nýrri spá að forstjórinn líkir því við norska olíuiðnaðinn. Áætlað að 12.000 ný störf geti skapast á næstu árum vegna nýrra raforkusamninga og fjárfestinga fyrirtækisins. Þessi framtíðarsýn kemur fram í skýrslu sem fyrirtækið Gamma gerði fyrir Landsvirkjun efnahagsleg áhrif af rekstri fyrirtækisins til ársins 2035. Niðurstaðan í stuttumáli sú að í virkjunum Landsvirkjunar felst einhver mesta auðlegð Íslendinga. Menn gefa sér þó að hækkandi orkuverð í heiminum skili sér til Íslands. Orkur að hækka gríðarlega, sérstaklega verð þarna á svona grænni orku og það lítur að smitast hingað þarna til lands og við erum með mjög hagkvæmar virkjanir. Þær forsendur eru líka gefnar að Landsvirkjun fái áfram að virkja með tilheyrandi iðnaðaruppbyggingu þó í sátt við verndunarsjónarmið og hvatt til þess að efnahagslægðin verði nýtt. Ef við bara horfum á sjálfa hagsveifluna þá er náttúrulega því fyrir því betra. Því fyrir sem okkur heppnast að skapa sig og koma kérna aftur að stað þeim mun betra. Skýrsluhöfundar spá því að fjárfestingar og orkusamningar Landsvirkjunar geti skapað 12.000 ný störf í landinu á næstu 5 til 6 árum. Þeim reiknast síðan til að skattgreiðslur og arðgreiðslur Landsvirkjunar verða á næstu 10 til 15 árum 6% af landsframleiðslu eða 14% af tekjum ríkissjóðs. Þetta eina fyrirtæki geti þannig staðið undir öllum kostnaði við löggæslu, dómstóla, fangelsi, menningu, íþróttir, trúmál, framhaldsskóla og háskóla. Ef að þetta gengur eftir, sem stórt ef, en ef okkur tekst þetta þá getur þetta haft ámóta áhrif á lífskjör á Íslandi eins og norski olíuiðnaðurinn hefur í Noregi.